Ok, Bryndís búin að segja mig byrja, þannig að þá ætla ég að byrja. Og ég, áður ég segja ykkur frá gestinu mínu, þá ætla ég að segja ykkur líka bara frá bjórnum sem ég drekk alla jafna, 0% bjórinn minn, kaldi og Storytel. Og ég veit að hérna gestur minn í dag notar Storytel alveg ofboðslega mikið. Segir bara að sé að gera lífsbjörg og hérna... Mér þykir rosalega vænt gestdagsins, Sóley Kristjánsdóttir, DJ Sóley, gaman að fá þig. Sömuleiðis, takk. Við erum búin að vera eðlilega, sko, alltaf þegar við hittist þá förum við á flug, við förum alveg út allt og mér langar bara að byrja á sögunni sem við vorum núna að fara í gegnum, hvernig þú byrjaðir eiginlega að lesa eða fjölst fyrir bókum þegar þú varst út í Víetnam, segðu mér aðeins frá þessu. Já, við, bóndinn minn, erum á ferðalagi, skoða heiminn áður en við förum í badningnir og þetta árið 2005 og við erum stödd bara í einhverjum pínulitlum bæ, við erum sérst að sigla niður Mekong á leiðinni frá Kambódíu til Víetnams, til höfuðborgar Víetnams og erum bara í einhverjum algjörum smábæ og þar erum við út að borða og koma lítil börn og eru að selja bækur og eru að selja bara svona ljósrit af metsölubókum og ég segi bara henni Freyr, við verðum að kaupa, þá er ég alls ekki mikil bókakona, ég hef alltaf verið rosalega haglæs og bara var svona gelgja bara fordóma fyrir að lesa mikið einhvern veginn og bara fyrir bókum, já. En þarna kaupi ég 2 bækur og svo bara byrja ég að lesa Da Vinci Code. Þýttar sem, ljósita bækur á ensku og bara á einhverju blöðum frá krökkunum. Já, bara alveg, bara svona, var svona búið að binda þetta smá inn, þannig að þetta var ekkert eitthvað óþægilegt að lesa þetta, en þarna kemst ég bara inn í einhvern bara heim, bara, og ég einhvern veginn, þetta örugglega eitthvað tengt ADHD, en þegar ég er að lesa, þá bara slokknar á öllum öðrum skilningavitum, ég heyri ekki hvað er sagt við mig og þarna missir Freyr sinn ferðafélaga bara djúpt inn í, svo veist mér rosa gaman að liggja í sólinni, ekki honum. Þannig að þarna ligg ég með bókinu mína og bara heyri ekki neitt og bara dett inn í annan heim og svo náttúrulega hver kafli endar bara á, ég verð að vita hvað gerist næst. Þetta nefnilega, þetta svo brilliant skrifaða bækur, af því að þær eru báðar, sko, leyndómsspillar, maður er sjálfur í einhver svona þrautadæmi og svo bara fullkonna spennusögur og ástarsögur og ég veit ekki hvað. Heldur betur. En ég kannast við þetta með, sko, að nenni ekki að liggja á strönd, en við fórum, ég og Brynja, mjög oft til útlanda og gerum, en sko, ég tók með mér 8 og 9 bækur, ég tók alltaf með mér svona ferðartösku til þess að geta leið á ströndinni og það slokknar svona á mér, ég þekki þess tilfinningu, er þetta, sko, að því að þú segir að þú sett með hátíð, er þetta svona þín leið bara til að hvílast? Sko, núna les ég alltaf, var ég fyrir að sofa, eða eiginlega alltaf og kannski bara 1 kafla, þú veist, en ég er alveg lengi með 1 kafla, þannig að ég hef ekki tíma til að lesa meira. Þetta er ekki keppni, sko. Nei, ég veit það. En stundum að ég hef alveg verið að lesa bækur sem eru rosalega hægar og þá bara man ég ekkert bara hvað er búið að gerast og þá þarf ég alltaf að bakka og svona komast inn í hvert maður var komin. En já, eftir þessa bók svo keypti ég líka minningar Geysju á ensku. Já. Svo er líka þegar þú sérð, sko, þú lest einhverja bók og ert bara, vá, þetta er trillt bók, svo kemur bíómyndin og þá verður maður svo spenntur og það eru alltaf svo mikið vonbrigði. Ég veit það. Og mér finnst það líka báða vegu, af því að stundum hef ég lesið bók eftir þessi mynd og það er alltaf vonbrigði af því að fyrstu áhrifin er alltaf sterkust. Akkurat. Þannig að sko, bara eins og með, sko, að því þú segir úr þetta haglæs og hafi kannski fengið seint á að lesa bækur, en manstu eftir svona æsku einhverja svona bókum sem hefur áhrif á þig? Já, sko, mér fannst ég átti að lesa Hobbitan í skólanum og ég var bara en svo byrja ég að lesa og þá er þetta bara svo skemmtilegt og vel skrifað og svo mikið ævintýri, þannig að Dast þú eitthvað inn í Harry Potter?
Ég reyndi, byrjaði að hlusta en ég einhvern veginn, nei, ég bara Ég held að hann hafi komið alveg rosalega mörgum, kannski aðeins yngri hóp en þú. Já. Og Ólífur minn, hérna barnabarnið okkar, hann sko, það gerðist eitthvað þegar Harry Potter var og líka dóttir mín. Þannig að þetta er svona, þetta er að fara á milli kynslóða áhrifin af svona mögnuðu verki. Já. En þú ert búin að setja þér einhver markmið að lesa einhvern haug af bókum, hvaða bækur eru það? Sko, ég set mér eiginlega bara fjöldamarkmið og svo bara er ég með svo sniðugt þetta app Goodreads, þá getur þá getur ég skráð bara bækur sem ég hef lesið og gefið einhvern og þá getur þau mælt með bókum sem ég myndi hafa áhuga á. Ég datt daginn inn í 7 systur. Já. Og þetta, ég er með rosa mikinn áhuga á svona sögulegu, svona skemmtilegu. Hvað er komið langt? Ég er búin með 6 systurnar. Já, þú kom með. En ég á eftir 5. systurina. Þú ert ekki komið með þegar pappin Atlas, sem sagt, sagan hans. Nei, ég á eftir hana. Og 7. systurina sem er ekki, já. Þannig að ég, já. Á ég að segja það? Nei, alls ekki. Mig grunar hver það er, sko. Bara leið, og ég held að hann kom í fyrstu bókinni og mig grunar það sé. En ég veit það ekki. Nei, bara, ég ætla ekki að segja neitt. Akkurat, þannig að þú búið með þetta líka. Já, ekki. En eitt fyrirgeðu, að þú talaður hérna Goodreads og annað og líka, mér langar aðeins að koma inn á þetta líka með að lesa hægt. Hafa hljóðbækur ekki hjálpaðir helling? Jú, ég er yfirleitt með bara hljóðbækur í gangi og ég er svo fljót með þær. Já. Á meðan að svo er ég bara 2 mánuði að lesa eina bók, sko. En sko, mér finnst þetta svo brilljant og líka það bara að krakkar eiga oft í vandræðum bara með að lesa námsbækur eða eitthvað slíkt og það talaði eins og þessi bara svindla hlustabækur. Ég hlusta reyndar ekki mikið á bækur vegna þess að ég er mjög viðkvæmur fyrir lesurum. Já. Þannig ég lesa frekar, en ég skil að geta labbað bara bæinn og vera með bækur í eyrunum. Þetta er algjört kraftverk að í bílnum, í umferðinni og þetta breytir öllu, finnst mér. Og heima bara þegar ég fyrir út í garð eða brjóta saman þvott, bara elda matinn, mér finnst æðislegt að hlusta á sögur. Talað lesara, þá er ég bæði búin að lesa bækurnar en svo er bara alltaf önnur upplifun að hlusta á bækurnar hans Einars Kárasonar. Já. Og hann er náttúrulega bara eins og hann að lesa? Hann lesar sjálfur og þú verður eiginlega að prófa að hlusta. Hann er náttúrulega eins og víkingur bara, kom. Sko, ég man bara þegar ég las Djöflaugina. Já. Það var einhver svona meiratur upplifun og það var svo fyndið að sko, þegar ég las en ég hló svo mikið. Já. Mér finnst allt fyndið í þessari bók framan af, sko, þegar Baddi kemur og svo lenti ég í því að ég lék Badda hjá leikfélagi Akureyrar í Djöflauginni þar og svo var ég með menningarþáttur RÚV og ég hringdi Einar Kára og sagði, mér langar svo að kalla hann Djöflaugin, hvað segir það? Það er bara heiður, sko. Ok, það er svona í höfuð á þér og líka við erum á lítli afsnæðlegri eyju og svona vísi það. Hann bara mjög glaður. Þannig að ég þarf að hlusta á hann lesa. Já. Sérstaklega þessar Sturlunga sögur, sko. Hann er með svo mikla víkingaröð, hann er svo sannfærandi. Já. Ertu búin að lesa bækurnar? Ég er búin að lesa alla bækurnar, nánast. Já, ég held alla, Heimskarmannaráð, Gulllegan, sko, Djöflaugin var best. Já, og ég er að tala Óvinafögnuð, Ofsa, Skáld og Skálmöld, já. Mér er stróslega gaman að lesa svona sögulegt. Óvinafögnuð, ég held að ég meira þess að kvikmynda það. Já, ok. Það er geggjað, þetta er var þetta ekki orustan með grjótinu og jú, svakalegt Þórður Kakali og já. Svo held ég að ég verið að fara að gera Ofsa núna. Það er Ofsi sem að verður að annarkot bíómyndi eða þáttu. Já. Ok, og hvað meira svona sem að svo er ég búin að lesa rosalega mikið af ævisögum. Ég bara var eitthvað að skoða svona, og ég bara, já, ok, ég er einlega bara svona ævisögukona. Ok, og svona ævisögu hverra? Sko, þetta er uppáhaldsbókin mín sem ég tók með Veröld sem var. Já, Stefán Zweig og ég keypti bara Kilju útgáfu. Ég var á flugvellinum í Keflavík og
bara fer alltaf í hérna klassíska bókmyndir. Já. Að því ég svo hæglæst, þá langar mig að lesa eitthvað sem skilur eitthvað eftir sig, eitthvað sem fær mann til að hugsa. Já. Ég hef alveg lesið, þú veist, spennusögur og svona, en mér finnst bara, þá myndi ég frekar bara horfa bíómynd, heldur hún að eyða 1,5 mánuði í morð og svo það list. Nákvæmlega, og sérstaklega ef það þarf að taka þann tíma. Akkurat. Þannig að En þetta ofsalega áhrifamikil bók. Herði, ég bara, nei sko, svo það sem að, þetta örugglega bara bókin sem ég vitna hvað mest í, af því að þetta er svo ótrúlegur samhljómur bara við nútíman hvað að gerast í dag í heiminum, sem náttúrulega mjög skuggalegt, af því þetta fjallar aðdraganda heimstyrjaldana. Já. Segir í rauninni bara svona pínlítið einhvern veginn þetta mannlega eðli, það verist sko allir hluti verist endurtaka sem einhverjum hætti sko. Algjörlega og en svo ég búin að lesa svolítið eftir Zweig eins og ævisögu Marju Stuart skotadrottningar. Ótrúlega skemmtilegt, svo hitti ég skota á bar út af Spáni og bara ótrúlega skemmtilegan og ég gat því lítið slegið mig með sögulegum fróðleikum Marju Stuart sko. Og vissi meir en hann algjörlega og Hefur lesið Manntafl? Já. Fannst það nú ekki gegn? Jú, rosa góð. Ég á hana heima, já. Það bara svona eins og manneskja með gervigreind að tefla við einhvern sko, það verði eiginlega allir að lesa Manntafl. Algjörlega. Er það ekki? Ég hef ekki að mæla með því. Heldur betur. Svo Magellan sem fjallar Portúgal sem sigldu allan heiminn og það alveg fáránleg saga sko, að bara undirbúningurinn, þeir náttúrulega fóru á einhverjum 18 risaskipum og kom bara svo eitt bara. Hvaða ár voru þetta? Var þetta 14-1500? Ég held Guð, ég veit það ekki alveg. Kristófur Kólumbus fann Ameríku eitthvað 1400 eitthvað eða deildamenningar Leifur Eiríks eitthvað en þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað hjúts. Ég hlusta á þessa bók og ég hefði náttúrulega ég væri ennþá að lesa hana, hún er svona alveg örugglega svona þykk og einmitt gott að geta komist í gegnum svona bara með að hlusta. Svo er ein uppáhaldsbóki mín Green Lights, Matthew McConaughey. Ég hef ekki lesað. Sko, ég hlusta á hann les hana sjálfur. Góði lesari. Já, Mér er óhætt að hlusta á algjörlega, herri, ég bara kláraði hana ég bara gat ekki hægt að hlusta hann svo ótrúlega skemmtilegur og áhugaverður og búin að eiga ótrúlega áhugavert líf. Er þetta sem sagt bara æfans frá bensku og fram að daginn í dag? Hann kemur frá bara working class Amerika, ekki middle, bara working class, hann kemur úr bara algjöru krummaskuði þar sem að bara svona rippalda menning en það er alveg ótrúlega hvernig hann kemst á þann stað sem hann er í dag og hvernig hann svona endur uppgötar sjálfa sig, hann alltaf festist svolítið í ákveðni rullu, svona rómantískar, hvernig hann brýst út úr því og bara óhrættur við að þetta er geggjuð, nei sko ég kláraði hana og bara leiðum að búin og spilaði tilbaka og byrjaði aftur. Er það meina ég er að segja það En stundum er þetta alltaf gott vegna að ef maður fyrir að fatta eitthvað þá allt í einu mann að ég þarf að vita meira og maður vill stundum byrja á einhverju. Svo er ég með svo skrítið minni, ég er svakalega minnug og bara slegist að vera með mér í liði í spurningaspilum að ég er með svona gott staðrendaminni og svona skólaminni en síðan svona atburðaminni og bækur og leikrit og svona svo bara þurrkast þetta út því miður en þú serðu þetta fyrir þér í myndum einhvern veginn þegar þú ert að lýsa sko ég man bara eitthvað svona atriði eins og Skuggi vindsins er einn uppáhaldsbóki mín geggjubók alveg stórkostleg og ég bara þetta er svo stórt allt herðu, ég veit það og það eina sem ég man er bara byrjunin þegar hann finnur þessa bók leynibók og svo bara ég bara þetta gerist í Barcelona á tíma Franco og ég fór til Barcelona skömmu seinna og ég eiginlega labbaði nánast sko bókina að ég tók hana með mér og það var gaman að við Brynja fórum síðan á veitingastað á kvöldin og ég byrjaði eitthvað að segja henni frá bókinni
svo sagði hann, halda áfram að segja mig frá þessu, já, nei, þú átt að lesa, nei, býtu, og svo endaði með því að við, eiginlega bara var þannig að alltaf þegar við vorum út að borða, öll kvöldin, þá var ég að segja henni frá bókinu og við í borginu, þetta var eitthvað svona algjörlega og hún las þetta aldrei, en það eins og ég hafi verið bara uppleiðana, akkurat þetta var alveg magnað geggja, en svo einmitt ég man þetta eina af fá bókum sem ég verið bara, ég gat ekki fara að sofa, ég var að lesa upp í sumarbústað bara til 4 nóttina, allir löngu sofnaðir og ég bara ein og þetta var svo geggja bara. En þegar maður hefur lendið í að það lítið eftir að geggja þér bók hefur að fresta því tími ekki hætta, já. Algjörlega ég hef stundu geimt mér svona síðustu kaflana, ég tek þetta á morgun það verður geggjað, eða helgina og hlakka til að klára bókina það alltaf svona fyrir mér mjög stórt bara að klára síðustu blaðsíðuna því ég náttúrulega mjög lengi með eina bók í þessu formati En finnst þið eitthvað óþægilegt eða þetta eitthvað bara að því að ég veit eiginlega ekki hvað að vera hraðlags eða hæglags maður bara, við erum bara með okkur takt ef ég hef alveg reynt að lesa hraðar það bara nægi ekki innihaldinu Nei. En er það ekki bara ég les bara svona eiginlega bara eins og ég sé að lesa þetta upp átt í hugunum Ég veit ekki hvort ég hraðlags eða hæglags ég er bara einhvern veginn að ég þarf stundum að fara tilbaka ég dett út kannski, fer ég aðeins tilbaka og svo mann ég segðu mér eitt að því að mér langar aðeins að koma að öðru vegna þess að mér finnst eitthvað svo áhugavert að þú ert á kaffibarnum 1990 eða ég er mikið á kaffibarnum 92 til 99 ég kynni Brynju 94 á kaffibarnum og í minningunni varst þú alltaf þarna en það bara stendst ekki en þú varst já, en að því að þú ert fædd 1980 en þú ert samt langt undir lögaldri þegar þú byrjar að vinna þar hvaða ár er það? Ég í fyrsta lagi 97 en gæti verið samt 98 en 97-98, já 97 17 þannig að þú máttir eiginlega ekki vinna það En það var ég ekki barn, ég var alltaf í glösunum Barnaþrælkun sem að tíðkaðist á þeim tíma Já, ég var náttúrulega að flytta heimann þannig að En það er svo magna með því, þú einhvern veginn þú virkar alltaf eins og þú sett glöð eins og ég stundur notað að vera á þriðja glasi að vera einhvern veginn svona þegar maður er best stemdur í lífinu en það er svo vaknir Þetta er besta gjöfin sem Guð gaf mér Já En þetta svona, þú þarft ekki að forsera þetta? Nei. Ertu bara með þetta jafnaðagið? Ég bara vakna á mótnana, dreg frá, hvað þetta geggjað. Ok, nú ertu fann ekki að grína mér. Nei, ég er ekki að djóka, nei. En það? Ég er svona án gríns, ég er eiginlega alltaf í góðskapi. Þú kemur úr svo margbreyttu umhverfi einhvern veginn að, ég man eftir afaðinum þegar hann var slökkvilustjóri. Já. Og þetta var svona típiskur embættiskall, svona vindlakall einhvern veginn og autoritet í samfélaginu og ábyggilega kom í sjónvarpssal ásamt biskupnum og dómsmálaráðherra að tala ungt fólk og eitthvað svona. Og svo áttur ömmu sem hét Guðlaug, hún var fegurðardrottning 1956. Hefurðu svona kynntir sögun hennar? Þetta er mjög merkileg kona. Já, þetta er bara amma mín ég þekki hana mjög vel og já, bara þau voru náttúrulega rosalega flott par Hún svo fer hún í Miss Universe held ég og fær tilboðum og í fullt af svona amerískum spjallþáttum og fær tilboðum að verða leikkona eða allavega læra leiklist í Bandaríkjunum en ákveður að fara heim og bara til Rúnars og fara að eignast börn. Eignast móður mína, já. Og eignaðist móður þína. En heldur í dag að heldur að konur í dag myndi ekki grípa tækifæri? Hún held ég sá alltaf eftir einhverju lífi sem hún hefði getað átt, held ég, eða hún talaði ekki alveg það, svona hvað ef, en það er náttúrulega ekkert gott að lífa þannig heldur, með þannig hug. Svo hefði það kannski verið omvendt ef hún hefði farið
þá hefði hann ekki eignast lífi sem hún eignast síðan. Svo mamma þín bæði hönnuður og bókmyndafræðingur og þú hefur nú tekið helling frá henni, svona af þínum karakter. Algjörlega. Við erum báðar mjög mikið, sko já, svona með mömmu minna og ég ótrúlega mikið áhugamál í garðyrkju og rækta matjurtir og blóm. Þannig að þið það sameiginlegt. Við höfum það sameiginlegt, heldur betur. Og svo áttum við pappaðinum symfóníur. Já, hann mikill symfóníukall. Segðu mér aðeins frá pappaðinum og svona sambandi ykkar. Já, hann sem sagt, hann byrjar að lesa, hann sem sagt með MS og hættir að vinna og þá bara hefst lesturinn, sko. Þá fer hann að lesa bara, hann ekki svo ég, hann bara les bók og man hana, hann svakalegt minni og ég bara, pabbi, þú verður að lesa hann aftur. Nei, ég búin að lesa hann, bara ég þarf ekki að lesa hann aftur, já. Hvað var það gamall þegar hann greinist, veistu? 92. Já. Ég 12 ára, hann hefur verið ungu maður, bara 40 eitthvað kannski. Já. Og svo einmitt fæ ég þegar hann komin á hjúkrunarheimili og ég einmitt fæ allar bækurnar hans, sko. Þannig að vinkona mín einmitt sem hún bara með bókaútgefendur bara langt aftur í ættir og hún var einmitt svo hneyksluð á smekk mínum á bókmenntum, sko. Í alvöru? Hún bara, Sóley, þetta var eins og einhver gamall kall og sveit, bara eins og einhver framsóknarmaður og sveit. Ég var eitthvað að spyrja hann hvað ég ætti að lesa og hvað hefur verið að lesa og þá taldi ég upp og hún bara, hvað að frétta? Hvaða bóndi það? En svo ég einmitt líka, hann semst á hjúkrunarheimilinu Mörk og á göngunum svona bara bókasafn sem í rauninni dánabú þar sem að fjölskyldurnar hafa ekki tekið með sér bækurnar enda bara á göngunum og þar hef ég verið að fá lánaðar einmitt svona ellismella bækur, sko. Já, pappi var einmitt á Mörk. Já, og ég man eftir þetta áður og ferði inn í mötuneytið og kaffihús. Akkurat. Mjög. En symfóníuáhuginn? Akkurat, já. Hann sko, amma mín, hún var algjör skvísa líka, hin amma mín, sem sagt Laufey, og hún á pappa með fyrsta manninu sínum og svo hún gift Ingólfi Guðbrands í 10 ár og með honum 2 börn og þaðan kemur rosa líka mikið svona menningar. Ingólfi Guðbrands var náttúrulega með Pólifókórinn og flutt inn jólaoritóríuna og bara algjör menningar mógull og ferðafrömmuður. Var hann í rauninni fóstupappi pappaðins? Já. Og svona gekk honum að einhverju leyti í föðurstæðu? Já. Þannig að pappiðin hefur upplifað í gegnum Ingólf tónlistina? Já. Og náttúrulega Laufey var líka amma. Já. Mátti ekki kalla hana ömmu, kalla hana bara Laufey. Algjör skvís. Okay. Hún en hún var náttúrulega líka mjög mikil tónlistar. Já. Mikið fyrir tónlist og mikið fyrir klassík og við erum mikið Beethoven fólk. Þið, sko, þú og pappiðin, þið bara að koma saman hittisti til að hlusta á symfóníur eða farið á tónleika? Hann alltaf með þetta í gangi, sko. Það alltaf á YouTube að hlusta á konserta og svo förum við og nokkru sinnum yfir veturinn svona sjá verk sem að okkur líst vel á. Við erum kannski ekki mikið í svona léttmetinu, ekkert mikið í vínartónlist, en allan að Beethoven og Rachmaninoff, það skyldumæting. Okay. Það ekkert Vivaldi. Nei. Vivaldi reyndar æði, sko. Já, hann svo létt og liburt. En sáum einmitt Önnu Sófí Mútter spila Árstíðirnar, Vivaldi. Geggjað, sko. Það ekki alveg ótrúlega upplifun. Jú. Maður, sko, líka bara sjá svona live að það eitt að hlusta á þetta og annað einhvern veginn bara að fá þetta. En svo líka þegar þú ferð í sinfóníuna að þekkja verkið. Það gefur þessu miklu meiri. Já.
Ég held að ég ætti erfitt með að fara einmitt að hlusta á nýtt verk í Eldborg í 3 klukkutíma. Einmitt, já. Það væri eitthvað. Akkurat. En varðandi, sko, að þetta svo svona kakofóníst, hvað að segja, líf. Þú ert einhvern veginn á öllum áttum, tengir einhvern veginn á bæði, hvað að segja, hámenningu og lágmenningu, asnalt að nota það orð. En þú ert með rosalega breytt í kringu þig og svo ertu DJ. Einmitt. Og hvenær byrjaði það aftur? Það byrja bara á þessum kaffibarsárum, sko. Eða stutt eftir ég hætti á kaffibarnum, já. Var það bara óvart, eða? Ég byrjaði í útvarpinu og með útastátt og með svona Robby, sem sagt, var með svona hip-hop þátt, Chronic. Og svo nokkrum ára setna byrjaði ég með R&B þáttinn Púðusykur. Og var með svona meira... Var það á X-inu? Já, það var á X-inu. X-inu. Var í sama húsi á Aðalstöðin, já. Og síðan, sko fyrst byrjaði ég bara með nætuvaktina. Ég var alltaf einhvern veginn að koma niður í útvarps og bara kynntist Þossa og Simma og og Þossi býði mér að taka við nætuvaktinni og svo býðist mér að því ég spilaði svo mikið R&B og það var ekkert alveg andastöðverðnar og það bjóðaði mér að vera bara með sér þátt með því og þannig byrjar þetta, sko, og svo er ég með útastátt og síðan hættir það og er lagt niður eftir ég var komin á Skrats sem var svona sér útastöð hjá Fínu miðli. Og þegar það er lagt niður, þá er ég líka búin að vera mótilast og ég erlendist, þá var ég alltaf að kaupa geisladiska og þessum tíma þá þurftur ég sko að bara kaupa heila plötu til að fá 1 lag. Já. Þú veist, þú varst ekkert að sækja þetta á netinu, sko. Og það var meira sem að voru ekki bara litlu 2 laga bara hættar. Já, bara maður var að kaupa einhverja eða þú veist, maður allavega, ég átti alveg svakalegt safn að ég var að kaupa líka alltaf spil í þættinum og En þurfti ekki líka bara rosa hæfileika í bara Skratsinu að vinna með 2 plötur á sama tíma? Er þetta eitthvað, þú veist, er þetta eins og að búa til tónlist eða? Nei, þetta er meira að raða saman þannig að það myndi eitthvað skemmtilegt flæði, sko. Svona bítur eða einhverju svona grunntakti í... Já, og svona lög sem passa saman og það kemur svona eitthvað flæði í gang, sko. En Ég hef aldrei fattað þetta. Nei. Ég bara upplifað þetta. Akkurat, Að maður verði í einhverju svona ástandi sem verður tímalaust og maður finnur aldrei, maður veit bara að breytingin er einhvern veginn undir niðri en maður finnur ekki svona... búið, næstu kapli eða eitthvað slíkt og sem gera það verkum að kannski getur fólk djammað alveg 5 tíma bara því að tónlistin gefur þeim eitthvað tímaleysi. Algjörlega, en þá átti ég sérst rosalega mikið tónlistasafn og þá spyr ég bara, þá var ég mikið á Kaffi Thomsen það var svona aðal staðurinn í Hafnarstræti. Já, fólk var að koma þann út 6 á mótnana. Algjörlega. Ég man eftir, ég lenti einu sinni í því. Já. Og sól. Með sólgleru. Algjörlega. En ég fer og tala við eigandann. Ég var náttúrulega mikið þarna skemmta mér en hann hafði bara upplifað mig sem einhverja svona skemmtana drottningu hérna. En ég spyr hann hvort ég megi spila, vera DJ á 3-dagskvöldum eða 5-dagskvöldum eða eitthvað. Hann horfir á mig bara mjög hissa og bara þú getur allavega því ég spurði hvort ég mætti vera öll 3-dagskvöld og hann sagði að þú getur kannski prófað 1 Það voru ekki marga konur í þessu bransa. Nei, og ég hef aldrei verið einhvern veginn svona feimin og ég var bara, mér fannst þetta ekkert sjálfsagðara en svo prófaði ég þarna 1 kvöld og það gekk bara vel og svo fæ ég náttúrulega bara öll 3-dagskvöld og svo einmitt seinna mér, svo maður fær aldrei hrós eða þannig, kannski hrósið bara að maður fær að halda áfram en svo sagði einn mér sem var alltaf á barnum að mín kvöld voru bara mjög söluhá. Er það? Já. En það var ekkert verið að það var ekkert verið að segja mér það. Nei. Það er ég held ég hafi sagt að við DJ Dóra Júlía sem er náttúrulega hún er árið 30 kannski en við verðum alltaf langað að láta ykkur eða hafa ykkur saman á sviði. Mér finnst þið svona pínlítið eins og mæðgur í þessum geira. Hafið einhvern veginn spilað saman? Við höfum einu sinni spilað saman, í Eymundsson.
Ekki Eymundsson, sorry, Ellingsen. Þannig að það allavega við erum búin að koma svo framfæri þegar við værum geggjað dúo. Akkurat, þá var hún bara að byrja, það var svolítið langt síðan, já. Akkurat. Segðu mér eitt hérna, sko, það hvað, 7 ár síðan á greinstu með krabbaminn. Og að þegar við vorum að tala hvað það voru alltaf glöð og hamingjusum og létti við þér að það hefði nú ekki verið auðvelt. Nei, maður einhvern veginn ekkert búin að hugsa dauðan og finnst það vera svo fjarlægt en allt í einu bara nálægur raunverulega. Algjörlega, þú veist að því þá krabbamein kannski ekkert ég veit ekki, síðan þá eru rosa margir búin að greinast og læknast en þá vissi ég bara ég held að þetta væri bara dauðadómur. Já, einmitt. Þannig að ég vissi ekkert marga sem hefur læknast og maður vissi ekkert alveg tölfræðina 90% af brjóstakrabbameini það eru 90% lífslíkur en þú veist, maður vissi það ekkert ég heyrði bara krabbamein og mjög gildishlaðið orð og maður var með lítil börn og einhvern veginn gerist það bara í samtali við læknin eftir einhverjar rannsóknir? Nei, ég fann alltaf bara hnút í brjóstinu og bara En þú vissir ekki að það væri krabbamein? Nei, og ég var bara eitthvað ég þarf að fara að láta tekka á þessu krabbameini og bara, þú veist fannst náttúrulega mjög ólíklegt að þetta ég náttúrulega bara, þetta ekki í hugað að væri það sko. Var lengi að koma mér til læknis fyrir aldrei til læknis en ég mæli með ef það er eitthvað sem þú finnur að fara strax af því að því fyrr sem þú ferð, því minni meðferð þarftu og því minni inngrip inn í líkamann sko. Af því að þetta er svo fljótt margir eins og þú segir að ég verð að fara að gera eitthvað Já, akkurat og við erum alltaf kærlega sko. Ég veit það Eða viljum ekki fá niðurstöðun við hrætt líka við að fara og trúin í að þetta hljóta að vera eitthvað tímabundið En var ferlið í kringum þetta sko, þetta tekur alltaf tíma bara að útskrifast sem sagt, þetta ekki 5 ára svona tímabil? Það náttúrulega misjafnt, jú, alveg svona eftirlitið og svona en sjálft tímabilið maður heldur þetta verði bara ég hélt bara að þetta væri nýja lífið mitt ég væri bara alltaf á spítala og alltaf með Þú væri krabbameinssjúklingur til Alveg, maður upplifir öll því að svo er mann líka kippt út bara leiðu þetta greint þá ertu bara aðgerð á föstudaginn lyfjameðferð mánudaginn eftir þú veist þetta er bara svona þú færð engan tíma til að bara þú veist, og ekki fjölskyldan í rauninni heldur þú bara mann er bara kippt undan manni gólfinu og þú bara hrapar inn í þetta ferli sko. En hvað með backup í þessu? Ég meina að því að við vitum ekkert þegar eitthvað svona gerist þá erum við ekkert búin að skoða svona með fjármál með stuðning með bara maður ánáttúrulega inni við getum löfi og þannig en eins og þetta bara hvaða sko ég veit út í þessum kekkjaði félagskap sem kraftur fórstu bara strax leitaður til þeirra hratt eða? Ég tók mér hálft ár í veikindaleyfi og ákvað bara að nú ætla ég bara að gera hluti fyrir sjálfa mig sem ég hef aldrei haft tíma til að gera nú ætla ég bara þannig ég fór var svolítið bara eina gangi í gegnum þetta var fara í alls konar mér langaði að læra að baka súrdegsbrauð og langaði að fara í þrínungagíg og ég fór bara þangað með einhverjum ferðamönnum inn í Eldfjallið gerði alls konar bara hluti En sumir hafa ekki kraft í þetta en þú hefur þetta út með svo lausna með að afstöðu til en svo heyri ég svo eiginlega kraftur leita til mín eftir því svo var ég alltaf bara að byrja að vinna aftur þannig að ég ætlaði alltaf að fara í ljósið og ætlaði alltaf að fara í kraft og hringdi þangað en svo einhvern veginn bara hafði ég ekki tíma til að fara einhvern veginn ég var bara með svo mikið prógram búin að búa ég á mjög erfitt með að slaka á sko. Það ég menna ég hef búin að heyra það það er svo mikil orka en maður sko þegar maður fyrir lyfjameðferð ég þurfti ekki að fara í það langt ferli þannig að sumir eru náttúrulega þú veist það er ekki hægt að líka þið við því hver lyfjameðferð er alltaf erfiðar og erfiðar eftir þess að fyrir oftar þannig að ég
en þú veist, þannig að fyrsta sem ég fór í þú ímyndar þig bara að maður bara búin að ímynda sér þetta sé fyrst þá var ég bara, heyrðu, ok, ég hef nú oft verið þynnri en þetta, sko, líðanin. Já, er þetta eins og þingu, vond þinga. Já, og svo ertu bara mjög slappur í kannski 3 daga, en svo eru 3 vikur í næsta lyfjaskammti. Þannig að þú ert kannski fyrst slappur í 3 daga, svo 4, en þú veist, svo ertu með bara rúma viku, þar sem þú ert bara mjög hress og... Þú sér þetta eiginlega þannig jákvæðum augum að það er ekki allur... Nei. Tíminn sem að þú ert orkulaus eða kraftlaus. Nei. Og þetta 6 mánaða tímabilið. Þetta var eitthvað þannig, minni mig. Þetta ég fór í skurðagerð, lyfjameðferð, geislameðferð, hormónameðferð. En ég ennþá í hormónameðferð. Okay. Sem að þú veist, að slökkva á hvern hormónum líkamanns. Þannig ég var bara sett á breytingaskeiði 37 ára. Sko. Já, það? Já, þetta bara til að... Af því þá, mín típa krabbameini var hormónajákvæð sem þýðir að krabbameinsfrumurnar læsa sig utan estrógenið. Kvenhormónið. Þannig að það þarf að það nota estrógenið og síðan að byggja sig utan það en nú búið að taka það út þannig að ef ég með þessar frumur þá hafa þær ekkert til að grípa í sko. Já, þetta eins og næring bara og þetta ekki rétta þá næringi fyrir þessar frumur. Já. Vá, þetta vissi ég ekki. Já, þetta bara þú veist krabbameinsfrumurnar svona eins og þetta svona svo lykill og svo estrógenið með eins og þú stingur í skráagat þess að bara smellu saman sko. Já, einmitt þannig að þú veit á bara einhvern veginn og horfir á þetta tímabil örglega sem erfitt en þetta verður örglega svona, maður hefði á tilfinningu að þú hafir ákveðið að taka þetta samt sem einhvers konar reynslu ég ákveð bara að þetta yrði bara, ég gerði svo margt skemmtilegt að þegar ég hugsa tilbaka að þá þetta bara ekki leiðilegu kafli mínu lífi veist, að því ég gerði svo ótrúlega margt og ég líka bara lærði svo mikið á sjálfa mig og varð einhvern veginn bara svo djúpvitur með hvernig ég var áður einhvern veginn bara... og hefur nú alltaf verið samt sko, maður hefur alltaf fundið þó þú hafi virkað alltaf eins og þú sért sko bara á djamminu frá morgun til kvölds en þá finnum maður samt þetta element í þér sem alltaf einhver svona ég veit það ekki, einhver svona jarðtenging þannig eins og þú hafir alltaf einhverjar svona rætur þó þú sett í smá loftbelg en hvernig eins og með að því við varst tala gróður á þann og mér finnst svo geggjað að þú átt fullt af hænum út í garði og þú meira sér búin að skýra eina hænuna Brynju Nordqvist Akkurat Er hún á lífi? Sem sagt hænan sko. Hún á lífi Brynja náttúrulega, við erum vinkonur á Snapchat og hún var bara pantaði bara þessi á að heita Brynja sko. Já, ok Þegar hún var bara ungi, ég fekk þær í fyrra 3 litla unga, pínu litli páskaungar sko. Og Brynja sem sagt langgæfust svo fyndið, þegar svo mikill persónleika munur á hænunum það? Þú veist, ég fekk 3 á nákvæmlega sama tíma og bara frá sama, þú veist og var jafn mikið með þeim öllum ein alltaf jafn döðskelkuð og það enn á meðan að Brynja hoppaði til mín upp á öxlina og þannig enn líka Þetta bara eins og Brynja okkar Já, svona félagslind og alltaf í stuði Já Svo áttu Badamat hún Vaka verða 3 ára Hvað þetta að lesa fyrir hann? Heyrðu, hún fekk bók daginn ég að lasa hann ekki sjálf fyrir hana hún fekk hana með sér heim og þetta var bara uppáhaldsbókin hennar ný barnabók eftir hana Marínu Magnúsdóttur sem að heitir Hera og Gullbrá og sannsöguleg saga ótrúlega skemmtilegt fjallar hund og lítinn gæsarunga mjög skemmtilegt. Svona samskipti þeirra og vináttu og... Já, og bara og svo sko í lok-bókarinnar eru myndir svona á raunveruleikanum og svo geturðu QR-kóði og þá geturðu séð sko myndbönd Nei, sniðugt. Ótrúlega flott. Þetta verður ótrúlega
Og en þessar skepnur eru raunverulega til sem sagt. Þannig að það væri í rauninni framhaldinu hægt bara að vera með svona slow TV það er Ok, einskjæðilegt. Já. Hvernig, hvað er svona framönda hjá þér? Vá, það er nú alltaf svo mikið, sko. En bara að vera glöð og hamingjusöm. Eiginlega, sko. Þú komst með gjöf handa mér. Já, heyrðu. Ég þarf að minna það á hann. Þú ert náttúrulega mesti Baileys maður sem ég þekki, sko. En þetta er svona súkkulaði Baileys. Er það nýtt? Þetta er frekar nýtt, já. Þetta eru belgísku súkkulaði. Svo falleg flaska. Dekkra en venjulegt Baileys og er geggjað. Það verður að nota klaka, því þetta er svona þykkara líka. Ok, þannig að bara fyrir jólin. Já. En þetta er þannig flaska í tíma ekki að opna hana. Hún er svo flott. Þú getur að opna hana en svo getur þú bara átt hana. Það sést ekkert ef þú ert búið með innihaldið, sko. Ég sé þetta glugga í þessa fallega bók. Já. Þú ætlar að segja mér eitthvað í viðbót. Ég er bara með bara bækur sem að sko, ég var að tala um ævisögur áðan, bara ef ég get þrætt mig í gegnum sko fyrsta svona, það er lífsjátning, ævi Guðmundu Elíasdóttur, óperusöngkonu. Já. Nei, sko, hún byrjar svolítið hægt en svo bara dettur inn í geggjað líf sem hún átti og bara svo ótrúlegt líf. Ég ætla alltaf að lesa hana, en hún bjóði hérna upp á Vesturgötu og ég labbaði alltaf fram hjá henni og svo bara heilsaði maður. Akkurat. En einhvern veginn og ég fattaði hann af hverju stoppaði ég ekki ég veit spjall, en hún heilsaði alltaf. Æði, hún var alltaf einhvern veginn að geggjuð típa. En rosalega mögnu manneskja. Ég Viktoría Hermanns á RÚV, hún ég lánaði henni bókina, bara þetta geggjuð bók, hún las hana og það fyrsta sem hún gerir náttúrulega er að banka upp á. Já, auðvitað. Og hún náttúrulega tekur viðtal við hana og bara fær að kynnast henni betur. Svona magnaður karakter. Svo er ég búin að lesa eiginlega allt sem ég kemst í eina Ben. Já. Algjör. Og lastu stóru bækurnar hans Guðjóns sem mér finnst það svo ótrúlega magnaður og líka bara sko hvað þessi gæði sko að því að þetta sigla milli Íslands og Englands og hann var bara að selja Ísland og stóra drauma. Það var eins og hann hefði bara séð fyrir sér eins og Ísland er í dag sko. Bara möguleikarnir og tækifærinu. Hann væri frábær núna að stýra markaðssókn fyrir Ísland á erlendum grundu. Djóks. Svo las ég Væringi mikli sem er svona bara ein bók ævans. Svo las ég bókina sem að frú Valgerður Benediktsson skrifaði eftir hann dó, minningar bara líf sitt með honum. Ok, ég hef ekki lust það. Svo las ég Dúfa Töframannsins, dóttir hans. Ok, og svo ljóðin hans. Ljóðin hans, kann alveg nokkur ljóð eftir hann. Ég sá Bubbi Mortens ætlaði að fara að semja tónlist við Einræður Starkaðar. Ok. Og gefa út núna. Ég sá þetta bara einhvers staðar, held að Bubbi hafi sagt það og svo hef ég ekki heyrt meira það og ég sagði, dreymdi mér þetta, nei. En ég held að það væri rosalega gaman að fá þá blöndu. Einmitt. Það ljóð og tónlistin hans Bubbi. Svo er svo gaman þegar maður er að flytja ljóð að setja fólk aðeins inn í hvað er að gerast, hvað ljóðið er og það verður bara miklu auðveldara að hlusta ef þú veist svona hvað er verið að þannig að það er mjög skemmtilegt. Las ég nýlega bók daginn eftir Ívar Örn Kolbensson, ég ætla að djamma þar til ég drefst. Já, ég er búin að heyra rosalega mikið hana. Hún er einmitt á Storytel. Akkurat, rosaleg bók sko. Alveg og svona á opboðslegu tempói. Bara einmitt, þetta er bara bók sem dettur algjörlega inn í og bara þvílíkt líf. Algjör sko. Hefur lesið bókina Vertu Úlfur? Nei, ég fór að leikrit. Já, ok. En hún, það er þetta góð. Þessna fór ég líka á leikrit. Ég var einhvern veginn í bara svona þegar ég var að lesa þessa bók en hún einhvern veginn tekur mann algjörlega í gegnum þetta ferðalag héðins og ég mæli bara með henni fyrir svo mikið góðum. Við erum alltaf að tala nýjustu bækurnar en svo það er bara svo mikil haugur að geggjuðum bókum sem að maður vill óska þess að fólk fari bara og
finni hérna, bækur sko, eldgamlar og alveg yfir í bara 10 ára og 5 ára bækur. Ég veit það, ég er með sko svo mikið að bókum heima sem ég bara vona að ég ná að fara í gegnum á lífsleiðinu sko. Gerðu það? Já. En svo er líka ein bók hérna Býr Íslendingur hér. Já. Minningar Leifs Müllers. Já. Eftir hann Garðar Sverrisson. Nei, Garðars. Þetta er eina bókin sem hann gaf út. Þetta er geggjubók sko. Yeah. Nei, hún er eiginlega sko rosaleg sko. Og svo var gerð fjandi góð leiksýning. Ok. Og man ég ekki hvort það var Pétur Einars en já, en ég las ekki bókina. Ég skal lána þér hana. Lánaði mér hana. Ég hef heyrt einmitt þetta að ég á eftir að lesa. Ótrúlega vel skrifið og bara þú veist, ég mæli með henni fyrir alla. Þetta er alveg smá erfitt á köflum en alveg ótrúlega innsýn inn í hvernig þetta var sko. Og hann er eini á tímum nasismans í Þýskalandi eða ekki. Hann er eini held ég Íslendingurinn sem fer í útrýmingabúðir nasista sko. Alveg rétt. Heyrðu, nú ég þarf að finna hana. Já. Ein bók í viðbót. Konan í dalnum og dæturnar 7. Talandi 7 systur sko. En hérna það svipað? Nei, þetta er allt öðruvísi. Þetta fjallar konu sem býr innst inn í Skagafirði á Merkigili. Og svo við fórum í hestaferð nefnilega og riðum að bænum hennar. Okay. Og alveg sko, þetta er svo afskekt. Þetta er ekki Mónika? Jú. Er þetta Mónika á Merkigili? Já. Ok. Akkurat. Já. Akkurat, já. Saga hennar. Ok. Ég hlustaði á hana, já. Okay. Hún er rosalega góð. Og það er rosalega gaman að fara þarna á hestum og bara ruglað að dæturnar hafi borið. Hún byggði bara steypt hús þarna sem þurfti að ferja allt með handafli. Wow. Risastórt baðkar, eldavél sem var 200 kíló. Ég hefði á tilfengan að þið dreymistundum að verða svoleiðis manneskja. Ég nefnilega átti mér draum þegar mest að gera hjá mér og mest í atinu. Það langaði mig að búa svona einn einhverstaðar í burtu frá öllu og bara svona lesa bækur og ekkert vesen. Ég er náttúrulega 19. aldar kona föst í líkama plötusnús. Við endum þetta svona. Takk svo líka. Takk. Sömuleiðis.